Þá komið að ég að tala bíómyndir og hann komið til okkar Árni Þór og þú ert búinn að vera að fara í bíó núna í þessari viku eða ekki? Jú, það passar. Sástu Vonarstræti og sást Godzilla. Það er ekki hægt að segja kannski að þetta sé svipaðar myndir. Ekki svipaðar, nei, en báðar góðar sko, á sinn hátt. Og byrja á Vonarstræti. Er það ekki bara? Ég held það. Það er ekki rétt. Það eru allir að tala Vonarstræti. Já, eðlilega sko. En það var bara mjög góð mynd. Ég held eiginlega að það besta sem ég gat sagt svona strax eftir bíóið sko. Þegar ég fór heim til tengdaforeldra minn og þau spurðu hvernig hún var, ég sagði, ég var eiginlega að segja að hún var góð og ég þurfti ekki að segja miðað við að hún var íslensk. Já. Þú veist, þetta var bara einhvern veginn frábær bíómynd í sama í hvaða samhengi þú setur það sko. Já, bara góð mynd. Góð bíómynd. Fórstu að gráta? Já, ég held það bara, eiginlega. Ég þurfti alveg Fórstu að gráta á myndinu sjálfur? Já, svona allavega eins nálægt í og svona kannski kom ekki tárum, getur maður ekki alveg grátið án þess að koma tárum. Ég grét alveg full force sko. Já. Þurfti bara að jafna mig eftir þetta. Já. En hún samt ekki, finnst ykkur hún sorgleg? Eða bara ég erfitt með þessar dramatísku fjölskyldu aðstæður sem að hún er að... Já, hún er kannski ekki sorgleg, hún er bara falleg sko. Já. En hún hreyfir líka við fólki. Já. Allan á mér. Já. Enda sko þarna bara svona mörg element sem að koma saman og virka sko. Og einhvern veginn snerta við manni og það sem að ég var pínur hræddur við fyrst þegar bara ég heyrði þessa mynd einhvern veginn. Og eða kannski ekki hræddur, menn var ekkert mjög spenntur bara vegna þess að þetta var bara svona einhvern svona íslenskur dramatískur raunveruleiki sem að allir eru voðalegir sko. Og Vonarstræti titillinn og svona allt dálítið dramatískt sko. Myndin náði einhvern veginn samt að verða ekkert mjög leiðinleg. Það var ekkert leiðinleg sko. Þú þurftir ekkert að horfa mjög langar senur þar sem að einhver sat bara einn til þess að finna einhverju tilfinningu sko. Þetta voru bara samskipti fólksins sko. Það var ekkert svona overkill. Þetta var ekkert overkill sko. Nei. Ég leiði nú pínu svona eftir að hafa horft á hana á þess að vera kannski klísukyndur. En mér leið pínu eins og íslensk kvikmyndagerð væri orðin fullorðin. Nákvæmlega. Hún væri komin svona af unglingsárunum og væri að vera fullorðin. Ég er sammála því sko. Mér fannst það einhvern veginn eftir að hafa horft á þessu bíómynda því það var svo mikið í henni sko. Já, öll element komið þarna saman. Myndataka var náttúrulega frábær sko, bara stemmingin alveg frá tónlist og upp í klippingu sko. Öll eftirvinnsla frábær sko. Klipping til dæmis sko, eitthvað sem maður kannski sér ekkert allt of mikið í þessum bíómyndum. Hún var svo, rytminn var einhvern veginn sko, bara eftir í hvernig stemmingin var hvert skipti. Það var ekkert endilega þessi bara svona, við ákveðum að klippa þessa bíómynd bara svona. Það var bara, núna er bara svona samræður og við klippum þetta bara hratt, skilur. Það var ekki einhver svona bara stefna eins og í einhverju myndlistastefnu, þú tökur þessa stefnu og hún er bara... Það var bara svona svo sinfóní einhvern veginn. Nú er bara hraður kafli hérna og bara svo bara dettum við niður hérna og bara, það var alveg fullkomið. Já, svona klipping sem hentaði hverju einustu sinnu. Já, bara hverju mómenti. Við erum voða hrifin af henni. Mjög hrifin af Vonarstræti. Mjög hrifin af leikstjórnunum, leikurunum og klippingunni, myndatökunni, tónlistinni, það var alltaf að ganga upp hana. Já. Ekkert neikvætt, það er allir að tala svo jákvætt, er ekkert neikvætt. Þessa mynd? Já, ég var að vera neikvæð líka. Hún hefði mátt fyrir suma vera svona korteri styttri. Já. Ég fann ekki fyrir því sko, en handritið þetta er náttúrulega ekkert stór saga sko, þannig og sumum kannski fannst hún ekkert mjög þétt. Ég fann aldrei fyrir því þegar ég var að horfa á þessa mynd sko. Það var bara fullkomin lengt. Já. Godzilla? Godzilla? Já. Hún var bara skemmtileg. En sko Godzilla, maður fær svona, er ekki búið að gera þetta? Já, það er búið að gera hana, en það er ekki búið að gera hana svona sko. Það er búið að gera Godzilla síðan 1954. Já. Og er það ekkert bara búið? Það er svona fyrsta mín viðbrögð bara í alvöru. Ég myndi ekki... Þetta er ábyggilega kvikmynd nr. 35 eða eitthvað Godzilla sko. Já, það er örugglega búið að gera miklu fleiri myndir sem Batman og Superman og eitthvað sko. Fólk virðist ekkert fá leið á því sko. Er það ekki? Godzilla sko, eins og var nú ekki í myndinni hérna sem kom út einhvern tímann. Árið eitthvað. Hvorri? Sem að var svona alveg hreinn hasar þar sem Godzilla var bara ógnvættur og ekkert annað. Já, 98 er mitt þarna, já. En Godzilla upprunalega 94 er sko sett upp sem hérna svona náttúruafl. Já. Ég tek það fram, ég er ekki búin að sjá Godzilla, en tilfinningin er bara, þú veist, erum við ekki
búin að þessu, til hvers að eyða peningum í þetta, ekki hægt að finna eitthvað frumlegra til þess að fjalla Já, sko, mörguleiti og þetta náttúrulega talað alltaf mikið þannig að það Hollywood einhver stefna virðist að megi ekki vera mjög frumlegir þessa dagana, sko, í þessum stóru myndum allavega. Það mikið endurgerðum og mikið bara svona sömu karakterar og eins og allavega svo ofurheitu myndir sem sömu karakterar í mörgum myndum og fólk að vera dálítið þreytt. En ég held að þetta hafi bara verið einhvern veginn eins og Þessar myndir að hala inn endalaust Já, þetta náttúrulega bara framleiðsla, sko. Þetta fer fólk og sér þetta, það vill sjá svona myndir í bíó. En þetta með Godzilla, sko, að þetta ótrúlegt með virðast og að maður getur sagt að þetta annar vinkill heldur en allavega var í þessari mynd 98 þar sem að Godzilla, þetta fyrirbæri einhvern veginn svona sýnt öðruvísi, sko, eins og segjum svona frekar sem einhvern náttúruafl heldur en bara svona einhvern hreinn óvinnur eða einhver ógn, sko, heldur svona fallegri saga það að segja það þannig, sko. Og umgjörðin flottari, sko, það eru flotti leikar svona sem eiga náttúrulega, sko, Godzilla náttúrulega best í myndinni, sko, besti leikarinn. En svo hérna Bryan Cranston sem leikur aðalhlutverk í Breaking Bad sem náttúrulega margir mjög hrifnir af og flottur leikari. Og Juliette Binoche sem velur sín og yfirleitt hlutverk og flott leikona. Og svona bestu, það enda, sko, kannski ekki gott fyrir myndina, en þess að langbestu mómentin í myndinni eru bara þegar þessi tvö eru á skjánum eða Godzilla. Hitt bara svona voðalega standard Hollywood, sko. En þetta rífur samt myndina dálítið, sko. Þú ert rosa jákvæður í dag bara. Já, sko, ég fór alveg brosandi út af Godzilla, ég get alveg lofa því. Það þarna japanskur doktor sem útskýrir, sko, tilgang Godzilla mjög vel í gegnum myndina. Hann segir að hans náttúruafl sem að koma jafnvægi á, af því að það annað skrímsli sem er myndlíking fyrir kjarnorkuváina, kjarnorku, sko, hættuna á kjarnorku og hvernig við mannfólki erum að reyna að eyðileggja jörðina. En svo Godzilla, sko, sem að býr til þetta jafnvægi, þú veist, það sem að jörðin mun alltaf sigra mannkynið, sko, eða þessa mengununa. Það bara fullt að hugsi. Já, það held ég upprunalega, sko, pælingin með Godzilla þegar hann kemur 1934 örstuttu eftir Hiroshima árásirnar og allt það, sko. Já. En umgjörðin standard, þú veist, músíkin hundleðileg og myndatakan, þú veist, venjuleg og allt þetta, sko. Eftirvinnslan allt og... Ég held að það sé fólk að fara í bíó bara. Já, það er að sjá hana, sko, hún skemmtileg. Og það verður að sjá Godzilla í bíó? Já, þú horfir ekkert á þetta heima bara. Nei. Það bara ekki þannig. Það bara klárt mál. Ég trúi ykkur alveg. Þetta var svona hörkuparti með fínu innihaldi. Já. Herri, takk fyrir komuna, Árni. Ef við ekki að halda áfram í þessum þætti bara. Já, gera þetta smá stund.